að því að við á Eyjafréttum erum á ákveðnum tímamótum, þetta getur að halda langa ræðu, en bara við Gísli erum búin að standa hér vaktina í bráðum 29 ár. Og eins og ég segi, ég ætla bara að taka í hendina á honum. Þetta hefur verið farsælt samstarf. Það hefur oft gengið mikið á, en einhvern veginn hefur okkur tekist að koma flegin í höfn í hver skipti. Og ég segi bara Gísli, takk fyrir mig. Ég fór að velta því fyrir mér þegar ég satt þarna áðan hvað það er sem gerir samfélag eins og þetta svona sjarmerandi og aðlaðandi, bæði fyrir þá sem tilheyra því og þá sem koma og heimsækja það. Að parti til þetta auðvitað svona skringilegheit og sérviska sem við ræktum svona með okkur og gerum dálítið mikið úr, erum ekkert að draga úr því, við látum svona ýtum frekar undir þá hugmynd annarra að við séum svolítið skrítin. Sjáum til dæmis hvaða bæjarstjóra við kjósum hér kosningum eftir kosningum. Ég held að sé sameiginleg upplifun. Þetta við upplifum dálítið sameiginlega, við upplifum áföll sameiginlega, eldgos, slys, hörmungar, gleði, stóra og smáa. Til dæmis í tengslum við íþróttir. Við fögnum komu stórra skipa, Sigurður kom á síðasta ári, við fögnum líka þegar Goggi Gella fær nýja trillu. Og það eru þessi hlutir, það eru þessi litlu hlutir og stóru hlutir sem gera þetta samfélag svona sérstakt. Það er þessi sameiginlega upplifun, bæði af stórum hlutum og litlum. Stóru hlutirnir eða upplifunina því eigum við sameiginlega, og hún kannski fer ekki fram hjá neinum og þarf ekki að ágera því, en það eru alls konar litlir hlutir sem gerast í þessu samfélagi, alveg frá trilluna skokka og til annarra smærri hluta, þá þessi samkennd stafar hún af sameiginlegri upplifun. Og hvað er það þá sem tryggir þessa upplifun, og þá erum við kannski komin að efni dagsins, að það eru til dæmis, og ekki minnst á þátt í þessari sameiginlegu upplifun, er það að við fáum sömu upplýsingarnar það sem gerist hérna. Og þá komið að þessum stóra hluta frétta í því að búa til þetta samfélag og halda því eins og það er. Og ekki bara fyrir samfélagið hér eins og það þéttast, heldur líka fyrir þá sem að hálfu eða miklu leyti tilheyra því sem eru brottfluttir Vestmannaeyingar og ég veit það fyrir sjálfan mig að þegar ég var lengst í burtu, bjó í útlöndum og svona og átti þá er það þetta, það er hægt að sækja þetta, það er hægt að finna upplýsingar og það er hægt að upplifa hlutina með sama hætti og það er að segja allir upplifa hluti litla og stóra fá sömu upplýsingar sömu hlutina. Þess vegna finnst mér, og ég hef dáðst að, það var nú einu sinni sagt, ég ætla að segja, þegar ég var uppburðarlítill og feiminn unglingur hér í bænum, gamla daga, og var að spurja mér reyndari menn hvernig ætti að koma fram við fallegar konur sem maður vildi kannski gera hosið sína græna fyrir, og þá var kennt eitt ráð sem mætti ekki gera. Ég held mér að segja að þetta sé að finna í bókum. Og það er að maður á aldrei að segjast hafa ætlað að gefa einhverjum eitthvað en gera það svo ekki. Maður ætti til dæmis ekki að segja við konu sem maður skotin í, séð kannski kjól í útlöndum eða eitthvað, heyrðu ég ætlaði að gefa þér hennar kjól, en ég gerði það ekki. Annarkvort af því ég átti ekki pening fyrir honum, ég hafði ekki pláss í töskunni, maður ætti að sleppa því frekar en að segjast hafa ætlað að gefa eitthvað og gera það ekki. Þetta væri mikið turn off. En ég verði eiginlega að segja þetta við fréttir samt, núna. Það er vegna þess að fyrir 2 árum átti ég að standa hérna held ég, eða fyrir 3, ég held þetta sé í 3. tilraunin til að fá mig til að koma hingað, en það hefur alltaf samgöngur hafa truflað og þetta hefur ekki orðið. Fyrir 2 árum þá lét ég búa út sérstakt viðurkenningaskjal fyrir fréttir. Því að ég held að það ætti kannski engin meira skilið að fá fréttapíramídan en einmitt fréttir sjálfar. Og svo hélt ég að ég vissi hvað þetta skjal væri
leitaði hálfan daginn í gær að þessu viðurkenningaskjali sem átti bara að vera prívat frá mér til frétta, en því miður ég fann það ekki. Ég sem sagt ætlaði að veita ykkur verðlaun, en ég gerði það ekki. Að þessu sögðu þá vildi ég bara á lokum hvetja alla þá sem hér eru inni og geta með einhverjum hætti komið að því að tryggja áframhaldandi útkomu frétta að það ættu þeir að gera. Ekki frétta vegna, heldur vegna samfélagsins hérna, því ég held að þetta blað og þessi vaxandi mæli væntanlega vefur gegni algjöru lykil hlutverki í því að búa til það lím í þessu samfélagi sem eiginlega aðall þess og eiginlega ein af stóru ástæðunum fyrir því að þetta samfélag eins og það er. Skál fyrir fréttum, takk fyrir mig.